út frá sjónarhóli siðfræðinnar, hver réttur minn til heilbrigðisþjónustu? Salvör, gjörðu svo vel. Góðan daginn og kæra þakkir fyrir tækifæri til að ávarpa þessa góðu samkomu og til hamingju með daginn. Mitt framlag sjálfsagt jafn óskýrt eða allavega ekki skýrara heldur en þeirra sem á undan fóru, þó mér hafi nú fundist landlæknir gera þessu nú býsna góð skil. En ég ætla að fjalla rétt til heilbrigðisþjónustu út frá siðfræðinni. Og býtum nú við, nú þarf ég aðeins að ná tökum á þessu tækjum. Það alveg ljóst að siðfræði nútímans, hún hverfist mjög mikið réttindi, umræðu réttindi einstaklinga. Og þá náttúrulega augljóst að spyrja og sérstaklega líka í þessu samhengi við þessa umræðu hér og til dæmis það sem Páll kom inn á, að þá leiðum við hugan auðvitað mannréttindunum. Þá spurningin, eru þau fyrst og fremst sett fram sem hugsjón til að stefna að eða skilur þau hvernig við eigum að hegða okkur og hvaða þjónustu við eigum að veita? Þetta auðvitað spurning sem mjög oft spurð og vegna þess að þegar við lítum á mannréttindasáttmála til dæmis, þá ýmislegt þar sem bæði sumt sem auðvelt að verða við fyrir okkur og fyrir samfélagið og annað sem mun erfiðara að uppfylla. Og mannréttindi eru nefnilega þannig, ef við tökum réttindi fólks alvarlega, þá eru þau ekki háð duttlungum eða velvilja annarra, heldur að það sem í þeim felst, ef við tökum þetta hugtak alvarlega réttindi, að þá það krafa eða gild krafa eitthvað tiltekið. Ef við höfum rétt til einhvers, þá höfum við kröfu það og það ekki eitthvað sem við höfum kröfum bara einhverju sé almennilega við okkur, heldur að þeir veita okkur þessa þjónustu. Og þetta auðvitað mjög umhugsunarefni fyrir okkur að hvers virði eða raunverulega að hafa mannréttindi. Við sjáum það bara í heiminum í dag, þegar fólk á flótta og hefur ekki húsaskjól og hefur ekki til hnífs og skeiðar. Hvers virði hvers virði rétturinn til lífs eða til lífsviðurværis í því samhengi. Þannig að það grundvallar hugsun í sambandi við réttindi. Ef við höfum réttindi þá höfum við þau öll og við höfum þau sem réttmæta kröfu. En það þýðir þá líka að það hefur einhver annar skyldur við okkur á móti. Og það þessi mikilvægu siðferðilegu tengsl á milli réttinda og skyldu sem ég ætla að gera aðeins umtalsefni. Oft þegar við erum að tala rétt og réttindi, að þá hugsum við fyrst og fremst réttin. Hver réttur minn til tiltekinna hluta? En við hugsum síður það út frá því hvaða skyldur á móti þessum réttindum. En margir sem hafa verið að fjalla þessi mál hafa auðvitað verið að leggja áherslu á skyldurnar og til dæmis einn höfundur sem ég nefni hér, Nóra og Níl, orðar það svo ágætlega að segja að það að taka réttindis alvarlega að taka skyldur alvarlega. Og það mjög mikilvægt að við veltum því fyrir okkur hvaða hafum við rétt til einhvers, til dæmis eins og heilbrigðisþjónustu, hvaða skyldur kalla það á. Það gerðir líka greinamunur í fræðunum á tvenns konar réttindum. Það frelsisréttindum og réttindum til tiltekinna gæða eða þjónustu, gæðarétt. Gæðarétt eða griðarétt sem stundum nefnt. Þetta gengur undir nokkrum ólíkum hugtökum. Frelsisréttindin kannski ekki svo óskaplega íþyngjandi fyrir okkur. Þau fyrst og fremst réttindi til sem kalla þá skyldu að við látum annað fólk í friði. Leyfum fólki að tjá sig, leyfum fólki að athafna sig eins og það vill og veitir þannig skilyrði fyrir sjálfræði og sjálfsvirðingu. En réttur til tiltekinna gæða sem annars konar réttindi og eru víða að finna og sem til umræðu hér, gæðaréttindi. Það réttir til ákveðna hluta og það verður einhver þá að hafa skyldu til að ekki bara láta okkur í friði, heldur einmitt ekki það að veita okkur þjónustu. Og þá þurfum við að átta okkur á því hvaða skyldur það og hverjir hafa þessa skyldu. Það augljóst í sambandi við heilbrigðisþjónustu eða það að eiga rétt til lækninga að við getum ekki öll veitt uppfyllt þessa skyldu.
þvert á móti, við erum með sérhæft fólk, við þurfum þá að vera með sérhæft fólk, við þurfum að vera með stofnanir sem geta veitt þessa þjónustu. Það búið að koma ofta eða báðir fyrri fyrirlesarar það hvað þýðir þetta sem við höfum sett í lög það að við eigum kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu og hvaða skyldu leggur þetta stofnunum okkar á herðar. Þetta hefur ekki auðvitað það í för með sér að allir hafi rétt á allri meðferð sem fáanleg. Það hlýtur að vera einhver mörk á því hvað rétturinn segir og það ekkert skynsamlegt og það ekki einu sinni siðferðilega verjandi að segja það að við höfum rétt til allra þeirra meðferðar sem mögulega En það stundum látið þannig, eða stundum hljómar það svolítið þannig í umræðinni. Þegar ég var að undirbúa þetta fyrirlestur þá las ég nokkra greinar siðfræðinga og heimspekinga sem hafa fjallað forgangsröðun. Því auðvitað þegar við förum að velta fyrir okkur mörkunum þá þurfum við að hugsa það hvernig ætlum við að forgangsröða í heilbrigðisþjónustunni. Fyrir 20 árum kom út grein eftir Kristján Kristjánsson heimspeking sem birtist í Læknablaðinu 1995 og þá sagði hann að það væri fjarlægt markmið, þessi markmið laganna og sagði svo að þau kæmu örugglega til með að verða enn fjarlægari og hann nefndi nokkur atriði sem gerði það að verkum að það yrði erfiðara og erfiðara að uppfylla þessi markmið sem eru sett í lögin. Það er sem sagt hann nefndi fjölgun meðferðarkosta, þeir væru flóknar og dýrari, lækkun greinimarka sjúkdóma og útvíkkun sjúkdómshugtaksins, það sem oft kallað sjúkdómsvæðing, þverrandi hagvaxtartrú og breytt aldursdreifing. 10 árum síðar kom út grein eftir Vilhjálm Árnason og hann, líka siðfræðingur og heimspeki, hann nefndi sömu atriði. Þetta eru auðvitað kunnuglegir hlutir. Við erum búin að vera að ræða þetta í mörg ár og áratugi. Og það er mjög svipaðir hlutir. Það eru sem sagt síauknir möguleika til rannsókn og meðhöndlunar, ráðandi tæknihyggja meðal heilbrigðisfólks og almennings nefnir hann, aukin tilætlunarsemi almennings, kannski þetta að við teljum okkur eiga rétt á öllu, breytt aldurssamsetning íbúa og að einstaklingshyggju viðhorfum vaxi fiskur hrygg. Okkur finnst að við eigum að fá það sem við stendur til boða, eða stendur til boða einhvers staðar á heiminum, þá eigum við líka rétt á því. Þannig að það sem sagt, og við hugsum þetta oft út frá einstaklingnum frekar þá heldur en út frá hvað samfélagið raunverulega getur veitt. Nú, það er mikilvægt að hafa rétt til heilbrigðisþjónustu, á því er engin vafi. Og eitt af því sem til dæmis og helstu réttlætiskenningu samtímans hefur oft verið beitt til þess að sýna fram á það, sem sagt að það er mikilvægt að bara til þess að njóta lífsins og þeirra lífskosta sem í boði eru, að við höfum möguleika á heilbrigðisþjónustu vegna þess að sjúkdómar og heilsubrestur getur komið í veg fyrir slíkt. Og þannig að þá er mikilvægt að gera fólki fært og að gera sem sagt og stefna því að það geti nýtt sér þessi tækifæri með sanngjörnum hætti. Og þetta náttúrulega auðvitað getur miðast við aldur og aldurskeið. En samt sem áður eru alltaf takmörkun á réttindum og þau eru fæst þeirra skilyrðislaus, jafnvel líka gríðarréttindin. Það er ekki hægt að sinna öllum á sama tíma. Það er ekki hægt að meðferð, það að veita ekki meðferð núna getur auki kostnað í framtíðinni eins og framvegis. En það er þetta stóra bil sem við erum að ræða hér, milli þeirra krafna sem eru gerðar og það kom nú ágætlega fyrir að koma upp á glærunni sem Jakob var með hér í upphafi, að það er annars vegar þessari kröfur eða væntingar sem við höfum og það bil er alltaf að vaxa og sú umræða heldur áfram og verður alltaf meira og meira áberandi. Nú, hvernig eigum við þá að forgangsraða? Hvernig eigum við hvaða mælikvarða á að nota? Og siðfræðin teflir fram nokkrum hlutum sem við eigum að styðjast við, nokkrum siðferðilegum viðmiðum
Og þessi viðmið hafa náttúrulega verið í hátt skrifu hér, til dæmis það að við viljum og eigum að bera jafna virðingu fyrir fólki, veita sambærilega meðferð fyrir sambærilega sjúkdóma. Það er mikilvægur þáttur í okkar hugmyndum velferðarkerfið og heilbrigðiskerfið, það er samábyrgð og ég held að það er mjög mikilvægt að mínu mati að við reynum að halda í þessa hugsun eins og við mögulega getum, að við stöndum saman um það að byggja upp heilbrigðiskerfi sem er greitt úr sameiginlegum sjóðum, að þeir verst settu hafi forgang, að sú þjónusta sem er veitt sé gagnleg og stjórnist líka á hagkvæmni. Og auðvitað er það sem við erum að sjá, til dæmis eins og vísan þarna í tæknihyggjuna áðan, að við erum ofta að nota kannski of mikla tækni og göngum of langt í að sjúkdómsvæða eða í meðferðum sem kannski á endanum koma engum að gagni. Og síðan loks ábyrgð einstaklingsins, eins og sem kallast á við þær skyldur sem landlæknir setti hér upp áðan, skyldur sjúklings gagnvart því að taka ábyrgð á eigin heilsu. Þannig að hér erum við með viðmið og það er auðvitað það sem kannski siðfræðin hefur fyrst og fremst fram að færa, að það er að draga fram þau viðmið sem við getum notað og eigum að nota þegar við erum að forgangsraða og reyna að ræða þessi mál. En það er líka mikilvægt að hafa það í huga að þegar við erum að tala um réttindi, af því þau hafa nú svona yfirgnætt aldrei mikið umræðu, eins og ég sagði í upphafi í siðfræðinni, að réttindi er ekki upphaf og endir umræðu siðferðileg verðmæti og gildi. Það er ýmislegt annað sem skiptir máli og það er ofta vegna þess að það er svo mikill fókus á réttindi, þá gleymist það oft. Við höfum alls konar skyldur sem ekki endilega kallast á við réttindi. Meðal annars það bara að koma vel fram við annað fólk og sýna, til dæmis eins og nærgætni sem var verið að nefna hér áðan, að það er ekkit endilega réttindi í strangasta skilningi, en við höfum samt skyldur til að koma þannig fram. Nú ég ætla að enda hérna vegna þess að við erum að tala um lyf og það er hér verið að fagna 10 ára afmæli með lyfjakostnaðinn. Ég má til með það vegna þess að þetta er umræða sem kemur upp aftur og aftur í fræðilegri umræðu um forgangsröðun, að það er að velta fyrir sér þessa spurningu hvers vegna eru lyf svona ótrúlega dýr eins og raun ber vitni og geta kostað upp undir 100 milljónir eða meira. Og ef þróunin verður svona áfram þá er eins víst að opinber þjónusta opinbert heilbrigðiskerfi ráð ekki við þetta. Og þetta er umræða sem auðvitað líka á Norðurlöndunum og ég hef einmitt verið í norrænni nefnd lífsiðfræði þar sem einmitt verið að taka þetta efni á dagskrá. Það eru öll Norðurlöndin þó að við kannski stöndum slakara vígi heldur mörg þeirra, að þá eru öll standa frammi fyrir því að vera að neita dýrri lyfjameðferð vegna þess að kostnaðurinn er einfaldlega of mikill. Og ég held að við eigum að spyrja lyfjafyrirtækin af hverju þetta er svona og hvort það er hægt að breyta þessu vegna þess að ég held að þarna sé hlutur sem eigi eftir að varða okkur mjög mikið í framtíðinni. En eftir sem áður þá þurfum við að horfast í augu við stöðuna eins og hún er. Við þurfum örugglega alltaf að forgangsraða hvernig svo sem lyfjakostnaðinum er háttað. Og við þurfum líka að horfast í augu við það eins og búið er að koma fram hér mjög skýrt að hvað eigum við með þessum háleitu markmiðum í lögum? Stöndum við undir þessu? Getum við staðið undir þessu? Viljum við standa undir þessu? Og til þess þá þurfum við mjög víðtæka umræðu. Og mér langar til að enda bara með því að benda það að ég held að við séum komin að því sem búið er að tala mjög oft að það þurfi að vera almenn lýðræðisleg umræða þessi forgangsmál og við höfum margvíslega leiðir til þess að virkja almenna borgara í slíka umræðu. Og ég held að sé komið tíma á það. Það er hægt að beita alls konar leiðum sem við höfum sjálf gert á undanförnum árum og lært kannski af því líka hvernig við eigum að gera það. Og til dæmis eins og
svo ég vitni bara í Vilhjálm Árnason sem skrifaði þessa grein 2004, að þá nefndi hann að það væri mikilvægt að vinna að þjóðarsátt heilbrigðisþjónustu og ég held að sé komin tíma á það. Og ég held að það sé gott einmitt á þessum degi, þar sem ákveðin mikil tímamót í sambandi við ákvörðun ríkisstjórnarinnar, þá held ég sé ágætt að líka við hugum að þessu. Hvernig ætlum við, því vegna þess að með svona víðtækri umræðu og borgarafundum, þetta hefur verið reynt annars staðar, þá getum við líka elt skilning fólks og almennings á þessu kerfi og hvað er rétt að veita, hvers konar þjónustu er rétt að veita af almannafé og hvað kannski fellur þar fyrir utan. Takk fyrir.